Góðan daginn og velkomin í þátt númer 112 hér á YouTube-brásin minni. Ég heiti Helga og ég er handafinn Óð. Nú í dag er mánudagurinn 31. maí 2021 og já, það er víst bara komið sumar, eða ekki? Eitthvað svoleiðis. Þannig að viðveran hér gæti nú kannski mögulega eitthvað breyst en sennilega ekki fyrir í júlí. Þá förum við á fullt. Þannig, eða þá fyrir helgi frí, en já, ég allavega stefnan er á að halda réttu róli í júní og svo sjáum við til. Skáli eitt kaffi. Nú í dag er ég að fara yfir klár, verk í vinnslu og á döfinni og allt þetta hefðbundna bara. Þetta verður nú svona lítið og ljúft í dag. Mér finnst eins og ég sé pínu skökk. Okay. Já, sé, látum þetta vera bara svona. Nú, klárinn, ég nú vona að ég hafi ekki glatað myndinni sem ég tók af klárinu sem ég var að gera fyrir Stephen West. Ég var að gera sýnishorn af Chrysler sjalinu, óbúslega fallegt og notaði, aðaliturinn var Westful Bicycle, svona fjólublár og beautiful á hérna í grófari típunni litinn, hérna. Og síðan var svona marglit, eða svona litaskipt hespa, kallað Lowly, sú típa. Afsakið, rosalega er ég óskiplega í dag. Hvað er að ykkur? Herðu, Billum Hand-Dyed Natural Yarns og þetta er 100% merunúll og það eru 500 metrar í 100 grömmunum, þannig að þetta er svona aðeins fínna en fingering. Óbúslega skemmtilegt garn, rosalega mjúkt, alveg bara algjört nammi og þetta er handlitað í Ungverjalandi og þetta er til á billum.hu og etsy.com/shop/billum. Og svo alveg örugglega hjá Stephen and Penelope. Æðislegt garn. Og þetta er náttúrulega alltaf í topp 3 hjá mér, Westwall. Og litaskiptin á þessu voru þannig að mér fannst eins og ég væri að prjóna gósið. Það var svona endaði var í þessum órans litum og feitaði svona út í fjólublátt eins og má sjá í kólnuðu hrauninu. Við erum með mitt móla úr hrauninu sem er svona í ákveðinni birtu, endar í svona fjólublá, ótrúlega fallegt. Þannig að mér leið eins og ég væri að prjóna gósið fyrir Stephen. Nú svo kláraði ég annað sjal, Flóð og fjöru, eftir hana Eddu í Garðbúðeddu, alveg geggjað. Þetta er svona einnara hespu sjal, sem sagt, fyrir utan alltaf kögrið. En ég var alveg bara, mér fannst ekkert ganga að klára þetta, þetta er í 3 hlutum og ég var hérna búin með miðjuhlutan og ég sagði, Jesus, mér langar svo að klára þetta og örugglega alveg hellingur eftir. Nei, það voru vinstri og hægri vængurinn bara piece of cake og þetta bara skot gekk. Og mér finnst þessi hespa bara með þeim fallegri sem ég hef séð og unnið úr og þetta er frá Hex. Það var hann í einum af mánaðarklúbunum hjá henni, Eddu. Og svo fannst mér þetta kögur smá atriði sem er nú bara alveg hjútsatriði, alveg geðveikt. Og ég átti óbúslega fallega hespu frá Vivid Wool sem að Hulda prjóna vinkonu mín gaf mér. Fannst hún svo helguleg og hún var það, en ég vissi ekki alveg í hvað ég ætti að nota hana. Þetta var svona spesblanda, silki og svona. Og
þegar að ég sá þessu uppskrift þá var ég alveg með það á hreinu. Þetta er silkiblandan frá Vividwool og svo átti ég hespu af svona ljós bláum. Ég veit ekkert ekkert meira þetta garn. En þannig að ég setti alltaf 3 þræði af þessu 1 lita og 3 þræði af þessu. Og svo bara frábært vídeó sem að þetta læt fylgja með. Og ég studdist við það svona því ég var að byrja. Hlustaði svo á eina af sögunum hennar bráðina eftir Yrsu meðan ég var að klára að hlusta hana meðan ég var að setja kögrið á. Og þetta bara, ég ógeðslega ánægð með þetta. Þetta svo töff. Sjúklega flott svona pínu hipster. Og bara geggjað að fá svona flott einnara hespu sjala uppskrift. Ég bara föst í þessu. En ég verð að fara úr þessu því að mér ekki kalt í þessu en mjög kósí. Þannig að ef ykkur vantar einnara hespu sjal til að prjóna þá mæli ég með Flóð og fjöru eftir Nettu. Og svo eins og hún segir sjálf, maður á alltaf einhverja svona ógeðslega fallega hespu sem að maður samt getur ekki parað eða við neitt eða neitt svo leis. Þá það bara snilld í svona kögur. Þess að poppa upp. Edda var með miklu meiri kontrast heldur en ég með. Þetta náttúrulega bara gæti ekki verið helgulegra. Þannig að þú veist, þetta. Ég að fara að vera með þetta. Þannig að já, það var mjög skemmtilegt verkefni. Og bara æðislegt að vera búin að koma því af prjónum. Þá fækkar töskunum hana í hilluna á baku mig. Ég er enn í þessum klári ham og 9 uppfittin eru bara fyrir Stíven sem ég er að gera sýnishorn og svoleiðis sýna ykkur eitt á eftir. Ég ætla ekkert að taka annað eftir kræslerinn en svo var mér send mynd af litasettringunni í Vertices Unite sýnishorn sem að vantaði og ég bara ok, tekið það, stóðst ekki máti. Þannig og ég fytja upp á því í gær þegar ég fekk staðfest að lita rauðunina. En á meðan að er ég ógeðslega húgt á þessu risa teppi sem að verður risa. Það er orðið þungt sko en já, þetta er bara verið þyngingateppið okkar Helga. Ég er að gera þetta á hjónarúmið sem sagt. Og þetta eru bara afgangar. Og ég nota alltaf hvítan fabel þráð með. Þannig að þetta verður svona aðeins mildari litirnir. Og ég átti svona ömmuteppi sem ég hafði gert og heklaði það var ferhyrnt. Og það var voða lítið og gagnaðist ekkert nema Himmi elskaði að sofa undir því þegar ég var að passa hann. Og svo er það bara búið að sitja í sjalarhúni síðan. Og ég hugsaði að þetta teppi á eftir að éta. Og ég á ekkert endilega bara, þó ég eigi ógeðslega mikið af gagni, þá eigi ekkert endilega mikið orðið af afgöngum. Þannig að ég rakti það upp og þvoði allar, bjóð til 3 hespur. Lagði þær allar í bleyti og vatt þær svo upp. Þannig að ég kom með þetta er einhver 350 grömm, 350-400 grömm, þannig að ég kom með það. Og ef í harðbakkan slær þá á ég líka annað sem er eins og þetta, nema bara með einföldu, ekki tvöfalt eins og í þessu. Og það nær bara svona yfir hálft hjónarúmið. Þannig að ég geti nýtt það. Ef að þannig fer, þá bara reki það upp og leggi bleyti og geri sömu kúnstir og með heitt teppið. Og þá er ég að nýta mikið betur, ég er ekki að nota það teppi almennilega. Þannig að þá er ég að nýta garnið mikið betur. Og það er náttúrulega það sem er svo frábært við garn og eitthvað sem maður er ekki að nota eða
fílar ekki eða eitthvað og þá var alltaf hægt að reykja upp. Þannig að þessi hlunkur bara enn hérna í vinnslu. Gríp í hann svona þegar ég þarf aðeins að hvíla mig á prjóninu og ég að nota 6 mm heklunál sem ekki hér. Hún hefur orðið eftir inn í stofu. Þessi karfa þetta hún löngu vaxið upp úr henni. En það alltaf leið. Hérna heklunálinn. Þetta ekki 6? Jú, 6 mm túlip. Æðisleg heklunál. Svo það modular inlay wrap sem ég búin að ná að vinna svolítið í. Þannig var að á síðustu helgi hvítasunna. Já, fyrir viku þá var okkur búið óvænt í bústað og ég hugsa að ég tek bara með mér eitthvað svona þægilegt sem ég þarf ekki að hugsa mikið en samt aðeins. Og sem betur fer tók ég þetta með það því ég gerði mér ekki grein fyrir því að við ætlum að vera 2 nætur. Ég held að við erum bara að fara að vera í eina. Þannig að ég, þú veist, ef ég hefði tekið eitthvað sem hefði alveg verið að klárast og þá hefði ég orðið eirðarlaus. Þannig að ég náði að vinna svolítið í því. Þannig að það bara svona, má segja, alveg að detta í að vera klárað. Þetta síðasti svona langi parturinn á þessar hlið og ég að gera sama hérna. Þetta að vera síðasti og svo bara eftir að gera 4 hornin, sem sagt svona gæja og svo á sitthvorn endan svona og þá þetta búið. Nema, jú, og svo náttúrulega hérna ækord kantur í kring, minni mig. Þannig að allt í einu bara sér fyrir endan þessu. Þetta svolítið skemmtilegt að allt í einu ég svona alveg að fara að detta í að klára hitt og þetta. Hann og peysumann í bókunum fyrir aftan mig, það alltaf. Það klárast eitthvað tímann væntanlega, fyrst að þetta fara að ganga loksins eitthvað hjá mér hérna. Og ég nú svo oft búin að tala þetta modular inlay wrap að þau örugglega jafn leið á því og ég að nota 3,5 mm prjóna. Það gefur upp fyrir 3,75 en mér finnst þegar ég að gera með svona einspinnu, svona single ply, þá finnst mér í sjölum, þá kemur það fallegar út hjá mér ef ég nota 3,5. Nú, síðan það þetta Vertices Unite sem að ég fjall fyrir. Ég að nota 3,5 á það líka, eins og reyndi að gefa upp í skriftinni. Og ég byrjuð á fyrsta hlutanum. Hann stæðstur, þannig að þegar hann búinn, að þá ég bara alveg að vera búinn. Og þetta alveg guðdómlegt gagn. Ég að nota þessa 2 liti núna. Þetta skal ég segja ykkur, Wing Fiber Sassy Single og þessi blái heitir Malachite. Ég veit ekki. Þetta svolítið svona spes eða komið nýtt band. Malachite og svo minnir mig að þessi grænleiti sé eitthvað glass eitthvað. Sea glass. Það sé hérna. Svo eitt svona marglitur sem að bara ég. Og hann heitir Oceanite. Þetta ekkert rosalega skýrt skrifað á þetta. Ég ekkert rosalega, þó ég hafa unnið á sjúkrahús og þurfti að lesa læknaskrift, þá ég ekkert rosalega góð í því, sko. Lemonade svo þessi hérna, sem svona svona muskubleikur einhvern veginn, rosalega fallegur. Og
5. og síðast er damask. Það er þessi hérna. Þeir eru alveg geggjaðir. Ég veit ekki hvort að Stephen færi þetta sjálf. Það verður þá kannski bara að koma að sækja það. Þannig að það er bara, þú veist, svo, þegar maður er ánægður með gatnið og uppskriftina þá bara flýgur þetta. Og máli með, eins og ég margoft sagt við ykkur sem hafa hlustað á mig hérna yfir 100 þætti, sem er alveg fáránlegt, að hérna, ég er ekkert rosa æsti að gera sömu uppskriftina oftar en einu sinni, en Exploration Station og Vertices Unite eru þar algjör undantekning. Það er bara hægt að prjóna það aftur og aftur og aftur og það er aldrei eins. Það er bara, þetta er bara svo ótrúlega þægilegt og skemmtilegt prjón og fallegt. Þannig að, og mér finnst eins og með Vertices Unite, þetta getur alveg verið byrjanda sjal, af því að útskýringarnar hans eru alltaf alveg upp á 10. Og nú er Stephen komið alveg frábæra YouTube-rás þar sem hann er að kenna okkur alls konar, eða gefa okkur alls konar tips og triks í sambandi við sjalaprjón og sína okkur hvernig hann er að taka upp lykkjur og hvernig hann gerir ækord og hvernig hann fitjar upp á hitt og þetta. Og þetta er bara, þú veist, þetta er bara snillt og ef maður er byrjandi í þessu en leggur ekki í að gera eitthvað, að þá er hann bara komið alveg rosa flottan grunn í allt sitt og mörg sjölin hans líta náttúrulega út fyrir að vera alveg ruglflókin en ég held að það er til undantekninga ef þau eru raunverulega flókin. Ég hef ekki rekist á það ennþá. Og hann er rosalega skýr í útskýringum og svo bara eins og inn á einslétt einbröðin hóknum á Facebook sem hún lindaði með og fleiri svöl, sjöl og handóðu prjónar allt. Það er svo lítið mál að fá hjálp. Þannig að ég bara hvet alla nýliða eða bara, ekki nýliðin, aldrei lagt í að gera sjal, sérstaklega ef það er á ensku eða eitthvað, bara kýldu á það. Og ég segi alltaf við byrjanda í prjóni, sem þú veist, ég hvet engan til þess að byrja á garðaprjóns treflinum. Það er bara til þess að fæla fólk frá. Ég hveta til þess að byrja á því sem hann langar til þess að prjóna, því að þá ertu komin með gulrótina og langar að sjá fyrir endan á því. Og ég er ótrúlega stolt af miðjunni okkar, hún henti sér í prjón í fyrra sumar og prjónaði peysu sem átti að vera á elstu dóttur hennar sem er að vera 5 ára, en þetta var í svo tjaldáni, hún var með merin og extra fæn. Prjónaði sjúklega laust, sem er alveg fáránlegt fyrir byrjanda og krakkinn bara týndist í peysunni og við öll komumst í hana láið með henni, sko. En svo stuttaði svo stolt af henni að hún klæði sér reglulega í hana og leikur sér í henni og finnst hún æði og það er bara brett upp á ermarnar, svo er þetta bara eins og kjóll af henni. En svo langaði henni að gera svona kósí peysu á sig. Náttúrulega var að detta hann í fæðingarólu og alls konar svona, þannig að það hefur gengið hægt, en gengið þó. Nú erum við búin með berustykkið, þetta er opin garðaprjónspeysa úr Andes frá Drops, þannig að það er mjög gróft. Man ekki hvort það sé 7 mm prjóna sem hann er að nota. Við erum búin með ermarnar og hún er bara að prjóna sig niður eftir þessu og bara gengur ótrúlega vel. Og hún er mjög spennt að klára hana af því að hann langar svo í hana. Þannig að það er bara búið að vera, við máttum góðar gæða stundir þegar ég þarf svona að sitja hjá henni þegar hún er, skal ég segja þér að hún var að hringja, hún er örugglega eitthvað að vandræðast, bara skellt á hana. Já, þannig að, já, þetta er bara ótrúlega gaman að hjálpa einhverjum sem er svona viljugur og er að gera eitthvað sem hann langar virkilega til þess að vera að gera. Nú, bara það sem er á döfinni hjá mér, ég er búin með það sem ég er búin að vera að vinna eitthvað að viti í, ég er náttúrulega bara ennþá að klára það sem er uppfitjað. Ég var að tala við Lindu daginn og segi, ég er bara ekki með augast af neinu nýju sem að kitla mig eitthvað brjálæðislega nema
þú veist, eina sem ég spennt yfir að fitja upp þessu verkefni fyrir Stephen og ég hef líka svona svolítið bara leitt hjá mér rafeðli og jú, ég fer inn alltaf daglega og tjekka á nýjustu uppskriftunum og eitthvað svona en ég bara reyna svona sitja svolítið á mér. Af því ég veit aldrei hvernig ég spring og það kemur sjálfsagt að því, sko, en svo ákvað ég að taka smá skurk í dótaríinu mínu og ég náttúrulega með alveg meira af sjölum en ég gæti, þú veist, notað það sem eftir lifir og ég hugsaði bara með mér, ok, ég verða að losa mig aðeins við þetta og ekki verða að fá eitthvað í vasan í staðinn, þannig að ég svona ákvað að selja þetta bara fyrir, sérstaklega eins og sjölinn, bara fyrir svona gagninu, ekki endilega alls ekki fyrir vinnunni, af því það vill engi borga okkur almennilega fyrir vinnuna, en ég þó allavega að fá fyrir gagninu og þetta situr ekki bara og safnar ekki og skemmist upp í hillu. Þannig að ég ákvað bara að taka svolítið hressilega til í þessu og eins og glöggir kannski sjá, þá rauða þrauman farin að heiman. Já, ég bara sá fram á það að ég fór í þessa aðgerð í október í fyrra og hún tókst svo vel að ég bara ákvaða að draga mig út úr því sem að triggeraði það að ég varð á endanum að fara í þessa aðgerð og meðal annars var það sokkaprjónavélin, að því ég var náttúrulega alveg á milljón á henni og bara batinn orðin meiri heldur en nokkur taldi mér trúum að gæti orðið og ég bara tími ekki að fórna því. Þannig að ég var búin að gera mér snáka sem endast mér út ævina og svo á ég náttúrulega fullt af snákum ennþá tilbúnum inn á verkefnatöskur Helgu _sokkasnákar Helgu síðunni á Facebook. Þannig að það ennþá alveg til ef einhver vill prófa, sko. Og já, þannig að hún farin að heiman og komin á gott heimili og þannig fór bara sjóferð þá. Þú veist, þetta var bara spurning að hlífa handleggnum og leyfa henni að fara eitthvað annað. Og það varð brá. Þetta var svona, þú veist, ég var búin að vera að velta þessu aðeins fyrir mér í nokkra vikur, sérstaklega eftir ég hitti skurðlækninn aftur og hann bara trúði ekki hvað ég var búin að ná miklum bata. Hann hélt til dæmis að ég fengi aldrei tilfinningu eftir í löngutöng, en hún alveg komin, sko, ég pínu dofin ennþá en ég finn alveg fyrir öllu. Og þannig að ég bara, þú veist, ég á svo mikið eftir að ég tími ekki að vera að stúta hendina á mér aftur í þessu. Þannig að þetta var ótrúlega gaman. Og ég mun örugglega, þú veist, ég á líka fullt af töskum ennþá þó að sé alltaf að tínast eitthvað út. En ég svona aðeins fann að gæla við að það væri ganga í haust og þá getur vel verið ég taki eitthvað flip á vélinni og að því ég áslapta renni lásun sem ég þarf að klára og svona. Þannig að ég þarf svona að fara að spá aðeins í það ef það á að verða eitthvað úr því. Ég fekk bara vöðvabólgu á semmalinn og það eitthvað sem að nuddari minn sér bara að losa úr mér. Nú, svo þegar ég var að fara með sokkaprjónavélina á nýja heimili sitt í Hafnarfirði þá varð ég að fara inn í Gatbúðettu. Þetta uppáhaldsprjónabúðin mín í Reykjavík og að bara, þú veist, þetta bara svo skemmtileg, það bara þannig. Og ég var búin að sjá hana og Kristín í Vatnsnes og eitthvað fleiri vera að veifa þessu fallega regnbogagarni. Og þetta var búin að gera ógeðslega sæta barnapeysu úr henni. Svo sá ég gæra að ég held alveg örugglega á þessu garni eða einhverju svona sambærilegu óbúslega fallega sokka. Og ég náttúrulega bara stóðst ekki mátið og fékk mér þetta. Þetta er bara svona pínu blobs hér og
þar af litum. Óbúslega fallegt. Og þetta er 80% súpugos, merinóll og 20% nælon. 365 metrar í 100 grammunum og heitir regnbogagarn. Svo sá ég að ég náttúrulega enn að safna jólagarni í sokka. Sá ég Fairy Lights Sparkle. Ég á Fairy Lights en ekki með Sparkle. Þannig að þarna er eitt annað jólapar. Ég hef nú að fara og kanna hvað mér vantar upp á allavega 24 daga. Ég á allavega eftir að setja hæla og tá í slatta snákum sem eru jóla. Þannig að þetta fór með mér heim úr garðbúð Eddu. Svo átti ég, kom elsta barnabarni loksins á laugardaginn var og gisti hjá okkur. Hún hefur gist hérna í 53 vikur. Ég veit það því að þá kom upp minning síðustu helgi og þá hafði hún verið hjá okkur síðast. Nema við röltum eftir henni á seinnipartinn á laugardaginn og ringdi aðeins á okkur leiðin heim og hún notaði sko aldils tækifæri og reif svo fötunum og henti sér náttföt þess að tryggja það að hún ekki senda aftur tilbaka. Og við áttum bara alveg æðislega stund með henni hérna og hún fekk að vaka eins lengur og svona bara geggja kósi hjá okkur. Og hún var ekkert á buxunum að fara heim þegar mamma kom í gærmorgun en fór samt. Og við ákváðum að skella okkur í að puttaprjóna. Þangað var nú sagan að fara. Og við puttaprjónuðum hálsmenn og armband og minna hálsmenn. Og henni fannst það æðislegt. Og þannig að ég svona, hún var ótrúlega fljót að pikka þetta upp. Þetta er náttúrulega eins og bara að, þú veist, að gera bara með einum putta. Og það virkar eins og bara maður sé að gera loftlykkjur með heklunál. Þannig að hún á eftir að pikka það svolítið upp. Ég hugsa að hún geti alveg lofa góðu. Þetta geti orðið rosalega gott fyrir hana þegar hún er með athyglisbrest. Þannig að þetta geti orðið svona núvitundar chill hjá henni. En þetta, já, þetta dótari sem ég er að losa mig við, þar á meðal var hérna orukúl eftir hana Kristínu hjá Woolenvine og þetta er alveg hringlega sjal og þegar ég strekkti það á sín tíma þá kom ég auga á villu og þessi villa er búin að bögga mig stöðugt síðan og ég var að spá í að strekkja upp nýtt og henda í sölu líka en svo hugsa nei, þetta er búin að pirra mig allan tíman þannig ég ætla bara að reykja það upp og nota garni í eitthvað annað því það er alveg guðdómlega fallegt. Eins og svo sem í öllum hinum sjölunum en eins og ég segi þá þarf að gera pláss fyrir nýja hluti og leyfa öðrum að njóta og og það hefur bara týnst aðeins út sko, bara æðislegt. Nú svo styttist bara í að hér fara að koma múrarar og málarar og eftir viku og allt fara fullt í að taka húsi í gegn og utan. Hlakka mjög mikið til. Sérstaklega þegar verður búið að laga steypuskemmdirnar fyrir ofan eldhúsgluggann og borðstofugluggann og þá hættir kannski að rigna inn svona eins og gerir þegar það er úrhellega eins og var helgina. Dropaði aðeins inn. Ekkert alvarlegt en það er það þarf að laga það svo að við séum ekki að brasa í því alltaf með hangla út í glugga. Og já, það er svo sem ekkert annað að frétta. Nei, ekkert meira. En eins og ég segi, ég stefna á því að vera hér eftir 2 vikur. Svo framlega sem verður ekki eitthvað geðveik glæti í múraranum þá, en ég get líka reynt að vera búin að taka þetta upp áður en þeir mæta. En annars þá bara óska ykkur góðra og gleðilegar handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.